Steini, leikur á morgun, bara svona hvernig ert þú og hópurinn stendur? Ég held sem bara góð stemming hjá okkur öllum og við séum bara klári í þetta og bara búið að vera fínir dagar og gengi bara vel og þannig að við erum bara búin að undirbúa okkur vel og erum bara klári í þetta. Góð stemning í hópnum? Já, það er alltaf góð stemming þegar hópurinn kemur saman og það er alltaf svona smá tilleggum í hópnum að koma saman sem er náttúrulega bara jákvætt. Nokkuð ný andlitu þetta þá í startstemminu, bara svona hvernig hafa Óli og Amir komið inn í þetta? Þeir hafa bara komið vel inn í þetta, komið bara með flotta hlutirn inn og góðan presens og það hefur bara gengið allt eins og í sögu. Mikil ánægja frá stelpunum með þá? Já, ég held það. Ég finn ekkert annað heldur en bara jákvæða strauma og ég segi þetta er bara gengið vel og smúð og allt saman bara verið eins og við vonuðumst eftir, þannig að þetta er bara verið flott. Einmitt líka 3 nýliðar í hópnum, svona hvernig hafa þær bara komið inn í þetta og inn í hópinn? Bara flott, ég held að það sé þægilegt að koma inn á hóp, þannig að það hefur verið bara vel tekið á móti þeim og ég held að þeim líði bara vel og sem er jákvætt og þær hafa bara staðið sér vel á æfingum og bara verið þar sjálfar en á æfingum sem á að vera. Þú kemur nýliðin í svona hóp að þú getur verið þú sjálfur og sýnt þitt, þannig að þær hafa bara verið flottar. Einmitt leikurum bara á gegn Norðurím á morgun, bara svona hvernig leik býstu við? Ég býst við bara mjög svona aggressífum leik hjá þeim. Þær eru mjög beinskeyttar, mjög grimmar, spila svolítið mikið í lágblokk en verið mjög skipulagðar. Þannig að við þurfum að vera þolum við þeirri nálgun sem við mætum inn í þennan leik og þetta er náttúrulega bara fyrir leikurinn og úrslitinu hann skipta náttúrulega sjálfsögðu gríðarlega miklu máli en við vitum alveg að við þurfum að vera á tánum og við þurfum að spila góðan leik til að vinna þér. Svona smá síðan að norður-írska liðið spila, er svona erfitt að lesa í þér? Já, það er náttúrulega líka einhverja breytingar hjá þeim, einhver meiðsli og eitthvað svoleiðis, þannig að það er svona, töluverðar breytingar hjá þeim, þannig að maður svona sér ekki alveg nákvæmlega endilega hvernig þeir koma til með að stilla alveg upp, þannig að það er líka svona smá tvist í því að við þurfum að horfa í það að það verða nýju leikmennir sem munu byrja, sem ekki allavega vera að byrja mikið að leikum hjá þeim, þannig að það er svona það er það sem við erum að takast á við og líka það að þær eru mjög sveigjanlegir í því að skipta taktík í miðjum leik og spila 3-4 taktíkar inn í sérstaklega varnarlega inn í sínum leik, þannig að það er líka svolítið svoleiðis sem við höfum þurft aðeins að horfa í. Kannski sviðsmyndin á morgun verður hún svo að Ísland verður meira með boltana eða eitthvað? Ég veit það ekki, jú, það gæti alveg verið en maður samt sem áður gerir sér ekki alveg grein fyrir hversu hátt er alltaf að koma og hversu mikið er alltaf að pressa og allt svoleiðis. Það er ekki endilega lið sem er mikið að halda í boltan, það er mjög mikið að spila löngu bolta á bakvið línur og þannig öftustu línu, þannig að það verður svo, við þurfum að vera klári það, við þurfum að klára að díla við hlaup frá, spila oft með 2 sendera, þannig að við þurfum að vera tilbúin að takast á við hlaupin á bakvið og langa boltan og svo bara líka návíinn og allt það sem að þær eru bara grimmar í. Þannig að þú ert bara vongóður fyrir leikinn náttúrulega? Já, ég er bjartsýnn, ég er full að trúa því að við höfum eftir að eiga góðan leik hérna morgun og það er planið okkar og það er það sem stefnum að og við klárlega komum hérna á morgun til með að spila til sigurs. Bara verðstu staðan á hópnum, bara hún er góð, allir klárir? Það er allir leikmenn heilir og allir klárar eins og staðan í dag og sem er bara gott, sem er svo staða sem þú vilt hafa daginn fyrir leik og þannig að það er bara gott að vita þess að við getum stilt í liðið sem við ætlum að stilla upp og þannig að það er bara gott mál. Takk hérlega.